Komið sæl og blessuð og velkomnir kæri fiskar. Ég er að gera svolítið öðruvísi núna en ég hef vön. Og hérna er að nota spil sem ég er ekkert vön að nota. Bið ykkur að sýna mig þolinmæði með það. Ef ég þarf eitthvað aðeins að kíkja í bókina. Annars er ég að draga núna fyrir júnímánuð. Fyrir ykkur kæru fiskar og hérna við byrjum á þessu spili hér. Þetta er þemaspilið ykkar fyrir mánuðinn og það er svo skemmtilegt að það var eitthvað annað merki sem fékk þetta spil líka. Það verður engin lokmolla í júní hjá fiskunum. Þetta spil bendir til samkeppni, erfiðleika og svona, ég vil ekki kalla það rifrildi, við skulum segja að fólk verði ósammála og þurfum við svona svolítið að skiptast á skoðunum og ota sínum tvota. Ég hef ekki tilfinninguna að þetta verði eitthvað alvarlegt, en það eru einhver óuppgerð mál kannski sem að þarf að útkljá í júní. Og kannski þurfa fiskarnir svolítið að láta í sér heyra ef þeir ætla ekki að láta valta yfir sig. Við skulum sjá hvað verður. Set hérna þetta spil, þemaspili hérna bara til hliðar og meðan að við fáum fleiri spil og kíkjum aðeins hvað kemur. Júní fyrir fiskana. Já. Þetta er svolítið ungæðisleg orka fyrir júní. Gæti verið málefni sem tengist börnum eða unglingum sem að tengist ykkur þá, væntanlega. Og eitthvað sem að þarfnast þolinmæði. Fiskarnir þurfa að sýna hérna þolinmæði og æðruleysi og leyfa hlutunum svolítið að hafa sinn gang. Þetta getur verið tvö ungmenni sem eru með ólíkar skoðanir sem þurfa svolítið að fá að viðra þær og svona kljást svolítið sín á milli. Það getur tekið á taugarnar ef þetta er innan heimilisins. En svo geta þetta nú líka bara verið, hvað ég var að segja, nýjar hugmyndir. Hugmyndir sem eru fullar af svona ungri orku, nýrri orku ætlaði ég að segja. Ungri orku, jæja, ok. Það sem er aðalega í þessu ég er að tengja þetta við þetta samkeppnisspil hérna. Sem ég talaði áðan. Það getur verið að það verði smá, já hvað ég segja, það er ekki mjög friðsamur mánuður, þannig séð. Annars skulum við bara sjá hvað fleiri spil gefa okkur hérna. Það er hérna æfing fyrir þig, kæri fiskur, eða ykkur, kæri fiskar. Æfing í að sleppa svolítið tökum og láta hlutina svolítið þróast án ykkar afskipta. Þannig að þetta er æfing í æðruleysi, eins og ég sagði áðan, og æfing í að sleppa stjórninni og
vera ekki fastur í einhverju ákveðinni útkomu. Afsakið. Heldur að reyna að leyfa hlutunum bara að verða eins og þeir verða. Bara alveg eins og þegar þið gróðursetja eitthvað í mold sem síðan sprettur upp og það verður eftir ekki alveg jafn stórt og þið viljið eða jafn grænt eða einhver önnur tegund eða eitthvað. Leyfið þessu að þroskast og fljóta bara á eðlilegan hátt. Stillið væntingunum ykkar í hóf. Þannig eru þið eiginlega, þannig stuðlið þið að því að þetta gangi sem best. Ég hef sterklega tilfinninguna að þetta tengist ungu fólki í ykkar lífi. Þurfu ekki að vera börnin ykkar endilega heldur, auðvitað geti þetta verið barnabörn eða allavega fólk í ykkar lífi sem er með mjög svona nýjar og ferskar hugmyndir sem að maður myndi tengja við ungt fólk frekar en eldra fólk, ef þið skiljið mig. Og þið eru kannski svolítið ekki beinir þáttakandur heldur meira kannski á kantinum að reyna að æfa ykkur í æðruleysinu. Já, ok, við skulum sjá hvað kemur meira. Þetta er svo misjafnt hvað kemur hérna fyrir hvern og einn. Júní fyrir fiskana. Aha. Ok. Já, nú er ég að tala við ykkur sem eru foreldrar. Það getur verið erfitt stundum. Þetta er það sama og ég var að tala áðan. Þegar ástin grípur unglingana, er það ekki eitthvað máltæki? Það verður fjör í júní. Eru þið strangir foreldrar, kæru fiskar? Það er stundum betra að losa aðeins takið og láta unga fólkið vera með mann í liði, heldur en að stappa niður fótum og þráast við og reyna að hafa stjórn á hlutunum og fá fólk upp á móti sér. Það eru hömlur hérna, hömlur sem þið setið ykkur sjálf og setið öðrum og þetta eru líka hömlur sem að ná aftur í ykkar uppeldi. Þetta eru sérst væntingarnar ykkar og hérna reglurnar sem að ykkur voru innprentaðar þegar þið voru yngri, sem eru svolítið að brjótast upp á yfirborði hérna, gagnvart þessu unga fólki. En sko ástin spyr engan, hún bara flæðir þangað sem hún ætlar sér að flæða. Þannig að mínar ráðleggingar hér í gegnum þetta eru bara að leyfiði ástinni að flæða. Komið svolítið óvart þetta, já. Eru þið að setja ykkur sjálfum miklar hömlur þegar að kemur að ástinni eða ástamálunum ykkar? Því að þessar hömlur eru svona eiginlega svolítið allt kring, umlíkja ykkur svolítið og þeim sem eru nálægt ykkur. Æðruleysi snýst að sleppa hömlum, sleppa tökum. Það er það sem þessi ugla hérna er að segja ykkur, biðja ykkur að gera. Eigum að gá hvað orkustöðvaspilið segir ykkur. Orkustöðvaspilin, þetta eru hérna nýspil sem ég er svolítið að læra á ennþá, sjáu hvað þau eru fallega. Þeir sem sjá liti orkustöðvana, þeir ættu að hafa mjög gaman að því að vinna með þessi spil. Og það er orkustöðvaspil fyrir fiskana.
Já. Þið fáið sem sagt höfuðstöðina, 7. orkustöðina. Þessi grái litur er liturinn hennar hér í þessum spilum. Þetta spil biður ykkur svolítið að hugsa það hvað það er í ykkur sem knýr ykkur til þess að þurfa viðurkenningu annarra. Hvers vegna ykkar eigin viðurkenning er ekki nægileg. Í dag er það talað hérna símakynslóðina og sjálfukynslóðina og allt það sem er sífellt að reyna að ná sér í hrós og athygli frá öðrum. Þetta er eitthvað sem að þið, kæru fiskar, þurfið að skoða í júnímánuði. Líka hvort að ykkur hafi kannski skort, að því ég var að tala hérna hömlur og uppeldinu áðan, hvort ykkur hafi kannski skort stuðning og eðlilega eða svona heilbrigða viðurkenningu þegar þið voru yngri. Þá getið þið verið svolítið óörugg með það í dag. Listamaðurinn stendur þarna og er að reyna að hlusta ekki á allar raddirnar sem eru þarna að draga úr honum. Þetta eru svona gamli draugar, skulum við segja. Hann gerir samt sitt besta til að vera bara hann sjálfur, vinna að listinni sinni, mála myndir eins og honum finnst hann eigi að gera. En þar sem hann býr einn, þá var hann kannski svolítið erfitt með að setja sig í spor annarra og svona að finna út úr því hvað það er sem aðrir myndu vilja. Það er oft þegar við fáum ekki viðurkenningu eða hreinlega þegar okkur er hafnað, þá er alltaf einhver ástæða fyrir því. Það er máltæki á ensku sem segir rejection is spirit's protection. Það er sem sagt gengur út á það að það sé verið að vernda mann frá ákveðnum hlutum með höfnun, með því að beina mann eitthvað annað. Þetta er bara eitthvað svona sem maður rekur stundum augun í. Aðalmálið er hérna að vera maður sjálfur og meðan maður er ánægður og manni líður vel og maður þarf ekki viðurkenningu annarra, þá er ákveðnu þroskastigi náð, svo lengi sem að maður er ekki í uppreisn við umhverfi sitt. Og ef til vill á einhver eftir að birtast seinna meir, einhver sem getur kennt manni eitthvað nýtt og vísa manni ákveðna leiðina framundan. Þannig að ég er að tengja þetta svolítið inn á hérna þessar hömlur og þessar stífni sem að við töluðum áðan, eitthvað varðandi það sem að þú, kæri fiskur, ert að fara að fást við í júní. Og skoða svolítið sjálfsmyndina þína og hversu miklu máli það skiptir þig að vera hafnað af öðrum eða fá ekki viðurkenningu annarra. Þar sem þetta er höfuðstöðin, þá er þessi grái litur var fyrir valinu því að hann er hlutlaus, hann er njútral. Nú veit ég ekki almennilega hvernig þau fræði eru, en
Þetta er stöðin sem tengir okkur við bara annað fólk, tengir okkur við mannkynið, skulum við segja. Já, ég ætla ekki að fara of djúpt í þetta. En þú þarft ekki að sanna neitt fyrir öðrum. Þú skilur bara sjálfur hver þú ert og ert sáttur við það. En lokaðu samt ekki aðra úti. Reyndu að slaka nóg mikið á hömlunum til þess að þú leyfir ástinni að flæða. Bæði í þínu eigin lífi og annara í kringum þig. Já, það verið að ýta því að mér að ef til vill ert þú annar af þessum unglingum sem voru áðan. Það má vel vera. Ok. Ástir og hömlur, já. Þetta var orkustöðvarspilið. Svo ætla ég að taka spil sem kemur inn á ef það er eitthvað sem þú þarft að heila innra með sjálfið þér. Einhverjir gamlir erfiðleikar eða sár. Heilunarspil fyrir fiskana, fyrir Júní. Þú fær spil sem heitir afbrýðisemi. Aha. Kannski glímir þú sjálfur við afbrýðisemi, kæri fiskur. Aðrir í lífinu getur verið afbrýðisemi út í þig, öfundast út í þig. Þú veist það best sjálfur. Afbrýðisemi gerir ekkert annað en að rífa þig niður og hefur slæm áhrif á öll tilfinningasambönd sem að þú ert í. Brýtur niður traust. Þannig að það er kannski eitthvað sem þú þarft að skoða í júnímánuði. Það er ef til vill hluti af samkeppninni sem kom upp í byrjun. Einhvers konar afbrýðisemi sem veldur því að það verða árekstrar. Þá er bara spurning, hvað er þessi afbrýðisemi að gera þér? Hvað er hún að gera manneskjunum í kringum þig? Geturðu fundið leið til þess að komast út úr þessum erfiðu hugsunum? Ég ætla að taka spil sem felur í sér ákveðna lausn á þessu afbrýðisemi spili fyrir fiskana, Júní. Þetta er ákveðið þroskamerki, ákveðin uppfærsla á þínum þroska sem að það hvernig þú handlar þetta mál hefur svolítið að segja með þroskastigið þitt eða hvar þú ert staddur í þínum þroska. Þú færð tækifæri, þú færð þessa afbrýðisemi sem verkefni til að leysa einhvers konar próf, skulum við segja, til að hækka vitundarstigið þitt og hækka þroskan þinn út frá því. Ég get ekki sagt þér hvernig þú átt að gera það, en það verður þú sjálfur eða sjálf, minn kæri fiskur, að finna út úr. Uppfærsla. Himnesk uppfærsla heitir þetta spil. Ok. Og þá er komið að næsta spili sem er blómálfaspilin skemmtilegu. Af því að komið sumar þá er ég að draga blómálf fyrir alla.
Blómálfur fyrir þig, minn kæri fiskur, fyrir júní mánuð. Og það er fullkomin tímasetning, perfect timing. Þetta er rétti tíminn fyrir þig að fara fram á við, þroskast fram á við, íta einhverju verkefni fram á við, taka skrefin. Rétti tíminn. Ertu búin að vera að fresta einhverju? Eða þetta sem ég er búin að vera að tala hérna, er ekki komin tími á að gera eitthvað með þetta? Tíminn er núna. Ekki seinna en núna, í júní. Síðan er síðasta spilið, og það kemur á þessum stokki hér, sem er uppreisnar stokkurinn. Og ég ætla að vara ykkur við, það eru blótsyrði í þessu stokki. Þau eru á ensku, ég reyna að þýða þau svona eins og ég get, eins og ég treysti mér til. Ef þið eru mjög viðkvæm fyrir blótsyrðum, þá er ekkert annað að gera en slökkva bara núna. Uppreisnarspil fyrir fiskana. Já, þið fáið nú bara utan á heitir þetta spil bara Love. Það er mjög jákvætt og svo snýði ég við. Ég ætla að lesa þetta á ensku kanni. Go see some shit, do some new things. Talk to people cooler than you. Ég veit, ég skilji þetta alveg. Farðu að horfa á eitthvað gott, gerðu eitthvað nýtt, talaðu við fólk sem er svalara en þú. Er ennþá hægt að segja að vera svalur. Jæja, engin blótsyrði nema SHIT orðið í þessu spili. Þetta er bara svona til að enda, þetta er svolítið að léttu nótum en ekki í einhverjum grafalvarleika. Öll merkin fá misjafna spilalögn. Þessi var svolítið sérstök, ég viðurkenni það. Og pínulítið svona eitthvað eitt málefni sem að svona dóminera lögnina. En það er bara einhver skilaboð sem þið þurftu að heyra. Ég var örugglega eftir að setja eitthvað meira inn í júní og ef þið hafi áhuga þá veit ég að það er hægt að gerast áskrifandi að þessum YouTube myndböndum. Þið tekkið bara því að þið viljið. Annars vona ég að júní verði frábær mánuður fyrir ykkur. Við heyrumst síðar. Ljós og kærleikur til ykkar.